Alþjóðasamtök blaðamanna krefjast þess að fá tafarlausan og ótakmarkaðan aðgang að Gaza. Ísraels her hefur drepið 200 palestínska blaðamenn í stríðinu, 3 voru drepnir í dag. Enn mikið vatnsveður á Tröllaskaga og vatn flæddi inn í hús á Ólafsfirði í nótt. Dregið hefur úr skriðuhættu en íbúar eru áfram beðnir að fara gætilega nærri blautum fjallshlíðum. Ferðaskrifstofa Íslandia sótti auglýstar lóðir í Þórsmörk auk útivistar og ferðafélags Íslands. Fólk vill geta sofið meira útaf fyrir sig en í skála með tugum annarra, segir yfirmaður á Íslandia. Slest hefur upp á vinskap Donalds Trump, Bandaríkjaforseta og auðkýfingsins Elons Musk. Musk segir útgjaldafrumvarp stjórnvalda vera viðurstyggð. Árbæjarhverfi í Reykjavík ber ekki það nafn af tilviljun, heldur heitir eftir hinum eina sanna Árbæ sem stóð hér þar sem nú Árbæjarsafn. En hvenær byggðist bærinn? Það eitt af því sem að fornleifafræðingar að reyna að finna út úr og við fáum að heyra meira af því í fréttatímanum. Komið sæl. Ísraels her hefur drepið 200 blaðamenn á Gaza frá því stríðið hófst og 3 voru drepnir í dag. Alþjóðasamtök blaðamanna krefjast þess í ákalli að fá tafarlausan og ótakmarkaðan aðgang. Í meira en 20 mánuði hafa ísraelsk stjórnvöld bannað erlenda fjölmiðla á Gaza. Þannig hefst ákall blaðamanna án landamæra á samt á annað 100 fjölmiðla sem krefjast þess að fá tafarlausan og ótakmarkaðan aðgang. Ísraels her hefur drepið 200 palestínska blaðamenn í stríðinu. Minnst 3 voru drepnir í dag í árás á sjúkrahús. Tugir voru drepnir í árásum vítt og breitt Gaza, þar á meðal nokkur börn. Sameinuðu þjóðirnar minntust í dag kollega sem hafa verið drepnir, langflestir á Gaza. More than 1 in every 50 UNRWA staff in Gaza has been killed in this atrocious conflict. This is the highest staff death toll in United Nations history. Í gær greiddi öryggisráð Sameinuðu þjóðanna atkvæði varanlegt vopnahlé. Einnig var þess krafist að Hamas sleppi gíslum og takmörkunum á neyðaraðstoð yrði aflétt. 14 ríki af 15 samþykktu tillöguna, 1 var á móti, ríki sem hefur neitunarvald. The United States has been clear. We would not support any measure that fails to condemn Hamas and does not call for Hamas to disarm and leave Gaza. 15 ríki eiga sæti í ráðinu. 10 eru kosin til 2 ára í senn, 5 hafa föst sæti og neitunarvald. Rússland, áður Sovétríkin, hefur nýtt neitunarvaldið lang oftast eða 129 sinnum. Bandaríkin 88 sinnum, 50 sinnum í þágu Ísraels. Bretar hafa neitað 29 sinnum, Kína 19 sinnum og Frakkar aðeins 16 sinnum. Ísraelski herinn endurheimti í nótt lík 2 gísla frá Gaza. Hjónunum Gadi Hagai og Judy Weinstein var rænt í árás Hamas-samtakana á Ísrael. Ísraelsk stjórnvöld telja 56 enn í haldi en aðeins 20 séu enn á lífi. Enn hætta á skriðuföllum á Tröllaskaga eftir mikið úrhelli síðustu daga. Ekki hefur rignt jafn mikið á Ólafsfirði í áratugi. Íbúar 30 húsa efst í Ólafsfirði fengu símtal frá almannavörnum þar sem þeir voru beðnir að fara gætilega við heimili sín og að dvelja ekki of nálægt gluggum eða dyraopum sem snúa að fjallshlíðinni. Þorsteinn Þorvaldsson var einn þeirra og hefur haft lokað inn í herbergi sem snúa upp að Tindaöxlinni. Í gærkvöldi þá lokuðu þeim sem að gera mennilega ekki sko. Hann segir skriðuhættuna óneitanlega minna á aurflóð sem féll í bænum 1988. Þá horfði hann á hlíðina bresta og ryðjast niður í bæinn eftir úrhellisregningu. Og það eitthvað sem maður gleymir aldrei nokkuð tíma. Það kom rosa hár hvellur og hlíðin hún fór bara bylgju niður og það var rosalega kraftur í því. Hann segir aukna vöktun og varnargarða þó auka öryggistilfinningu bæjarbúa sem séu almennt rólegir. Og nú hlíðin vöktu meir heldur en var þá, þannig að við erum bara róleg afslöpuð.
En ekki hefur rignt jafn mikið á Ólafsfirði í áratugi. Á Ægisgötu flæddi inn í kjallara og dælur höfðu ekki undan vatnsflaumnum. Var búið að flæða hérna yfir fyrstu tröppuna. Það var í henni þegar ég steig niður í morgun. Við þá götu eru íbúar orðnir óþægilega vanir að flæði inn í kjallara og flestir með fleira en eina dælu til að halda þurru þegar mikið reynir á fráveituna. Í nótt bilaði önnur brunndælan hjá Sæunni og hinn hafði ekki undan. Og meðan fréttastofa leit við byrjaði að flæða upp í gegnum gólfplötuna. Hún segir bæinn telja fráveituna í góðu lagi en íbúar séu ekki allir á sama máli. Svona miða við það að bublaði upp úr holræsum upp á brekkunni sem hæðsti punktur, þá finnst mér það nú ekki alveg og það þarf einmitt ekki einu sinni að vera mikil rigning hérna til þess að dælurnar þurfa að vera stanslaust í gangi. Áfram rignir á Ólafsfirðinga framundur morgun og viðvaranir eru í gildi til 4 í nótt á Norðurlandi eystra vegna skriðuhættu og vatnavaxta. Það hefur sjatnað mikið vatni hérna í öllum skurðum. Það dregið úr úrkomunni, það svona kannski fjórðungur af úrkomunni núna sem mælist á við það sem var í gær. Tilmæli almannavarna til íbúa sem búa efst í bænum eru enn í gildi en ekki talin þörf á rýmingu. Hættan þar verður endurmetin í fyrramálið. Fram á nótt áfram hætta á snjóflóðum eða skriðum efst á Tröllaskaga þar sem hafa fallið nokkur flóð í dag fjarri byggð. Hættan fer þó dvínandi með minnkandi úrkomu. Í þessu fjallshlíðum þar sem snjórinn það greinilega óstöðuleiki. Þannig að það borgar sig ekki að vera á ferðinni í þeim. Útgjöld til hernaðar og varnarmála hafa stór aukist á síðustu árum. Aukin spenna í alþjóðasamskiptum hefur hraðað hernaðar uppbyggingum allan heim. Útgjöldin jukust tæp 10% á heimsvísu á síðasta ári. Hlutfallslega hefur sóknin verið mest í Evrópu. Þar var aukningin í 17% á síðasta ári. Nær öll evrópsk ríki hafa bætt verulega í útgjöld til hernaðarmála. Það má að stærstum hluta rekja til stríðsins í Úkraínu og þá ýtir óvissa afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfs enn frekar undir aukninguna. Að loknum fundi varnarmálaráðherra NATO-ríkja í dag sagði varnarmálaráðherra Bandaríkjanna mörg ríki á góðri leið með að samþykkja að auka framlög til varnarmála í 5% af landsframleiðslu. Kröfur Bandaríkjanna snúast að 3,5% landsframleiðslu fari í bein herframlög meðan 1,5% fer í innviði á borð við vegi, brýr, flugvelli og hafnir. Tilgangurinn að verja betur Evrópu, Norður-Atlantshafið og norðurslóðir á viðsjárverðum tímum. Nokkrar þjóðir hafa átt í erfiðleikum með að ná markmiðinum 2% af landsframleiðslu til varnarmála sem var sett í fyrri forsetatíð Trumps. The commitment is there. 5% on defense spending, when you consider the threats that we face, the urgency in the world, it's critical. We don't need more flags, we need more fighting formations. We don't need more conferences, we need more capabilities. Hard power. Landspítalinn stendur frammi fyrir fjölmörgum áskorunum. Staðan hefur lítið breyst, skortur á legurýmum, hjúkrunarrýmum fjölgar ekki nægilega og stytting vinnuvikunnar hefur áhrif á reksturinn. Þetta segir forstjóri Landspítalans. Hann segir að nýr spítali eigi eftir að valda straumhvörfum, sérstaklega fyrir sjúklinga en líka fyrir starfsfólk. Þörf á þjónustu Landspítala hefur aukist mjög síðustu ári í takti við fólksfjölgun, aldursamsetningu þjóðarinnar og aukin fjölda ferðamanna. Framundan sumarið og skipulag sumarstarfseminnar mikil áskorun fyrir stjórnendur spítalans. Hefur orðið mun meiri áskorun síðustu misserin og stækkar enn. Á sama tíma fara mörg hundruð nýir starfsmenn í gegnum nýliðakennslu. Staðan svipuð við verið undanfarin ár. Verkefni hafa stöðugt verið að aukast og sérstaklega þá í bráðaþjónustunni. Og við höfum búið skort á legurýmum og sú staða hefur raunar ekkert breyst. En við höfum náttúrulega stöðugt verið að vinna að aðgerðum til að mæta þessu álagi með breyttu skipulagi og nýjum þjónustu úrræðum. Verkefnin fari hins vegar oft í sama farið, sérstaklega meðan hjúkrunarrýmum fjölgar ekki, þótt vissulega horfi margt til betri vegar marka megi það sem stjórnvöld hafi boðað, segir Runólfur. Stytting vinnuvikunnar hafi mikil áhrif á rekstur Landspítalans því oft sé ekki í boði að loka legurýmum. Horfa þurfi heildrænt á starfsemi spítalans og þjónustu sem hægt væri að veita heima, en hefur spítalinn þurft að útskrifa sjúklinga sem hefðu betur lengur legið inni. Það viljum við náttúrulega alla jafn ekki gera. Hins vegar staðan viðkvæm gagnvart til dæmis stórum atburði sem að krefst þess að margir þurfa að koma á spítalan og jafnvel leggjast inn á sjúkrahúsi, þannig að þá gætu komið til slíkra aðgerða.
Runólfur segir ekki eftir neinu að bíða. Margar úrbætur séu kostnaðarsamar en það þurfi að fjárfesta því það væri dýruverði keypt ef starfsfólk gæfist upp sökum álags. Og Runólfur bjartsýnn á að staðan muni að stórum hluta batna með nýjum spítala. En auðvelda nýju mannvirkin munu valda straumhvörfum og auðvelda viðureigna við aðrar áskoranir, það engin spurning um það. Bæði hvað snertir aðstöðu þá fyrir náttúrulega sjúklinga fyrst og fremst, en líka fyrir starfsfólki, þannig að það nái meiri árangri í sínu starfi, skilvirkni aukist og að við getum tryggt bestu mögulegu gæði þjónustunnar. 4 sóttu að fá að leigja lóðir innan þjóðlendna í Þórsmörk, Goðalandi og Emstrum. Allir nema einn eru þegar með starfsemi þar. Sá með mikil umsvið þar í ferðaþjónustu. Rangárþing Eystra tekur ákvörðun á næstu vikum. Lögum samkvæmt skylt að auglýsa eftir leigutökum innan þjóðlendumarka. Útivist með rekstur og mannvirki í Básum í Goðalandi. Bandalag íslenskra farfugla með starfsemi í Slippugili í Langadal. Ferðafélag Íslands með rekstur og mannvirki í Húsadal, Langadal og í Emstrum. Áðurnefnd félög sóttum lóðir þar sem þau eru með starfsemi. Ferðaþjónustu og samgöngufyrirtækið Ferðafélag Íslandia EHF sóttum á öllum lóðum nema í Húsadal. Félagið og fyrirtæki á vegum þess hafa mikla hagsmuna að gæta á þessu svæði. Dótturfyrirtæki Íslandia, íslenskir fjallaleiðsögumenn, fer með þúsundir að ganga Laugaveginn á hverju sumri og dótturfyrirtækið Kynnisferðir rekur hálendisrútuna sem ekur daglega í Þórsmörk og Landmannalaugar á sumrin. Kynnisferðir ráku líka húsnæðið í Húsadal þar til fyrir 14 árum. Íslandia sér tækifæri með breyttum áherslum ferðamanna eins og betri og minni gistieiningum. Það eru ekki allir tilbúnir að sofa í skála með 40 manns sem allir eru sveittir og við finnum það á okkar viðskiptavinum að það er svona orðið meiri krafa kannski meira persónleg svæði. Einhverju gætu hugsað, jæja, og það fara að gera eitthvað 5-stjörnu lúxus með heitum pottum eitthvað svoleiðis. Er það sem þið eru að hugsa? Nei, alls ekki. Nei. Ég held að þetta þurfi að vera í takt við það sem umhverfið býður upp á. Þetta er frábær gönguleið og fallegt útivistarsvæði. Fyrir utan minni gisteiningar segir Hallgrímur að líklega sé orðin þörf á því að endurnýja eitthvað af því húsnæði sem fyrir í Þórsmörk. Við sjáum að sjálfsögðu mikinn hag í því að vinna með núverandi aðilum sem eru nú þegar með aðstöðu á svæðinu. Samkvæmt upplýsingum frá Rangárþingi Eystra verður ákveðið á næstu vikum hver hreppir hnossið. Síðar á árinu ætlar sveitarfélagið að auglýsa óbyggðar lóðir í Húsadal og í Básum. Laugardalshöll gæti fengið sektir vegna tónleika FM 95 Blö síðustu helgi. Lögregla telur að öryggisgæslu hafi verið ábótavant, of margir miðar seldir á viðburðinn og að hann hafi verið lengri en útgefið leyfi hvað á. Ríflega 1000 fleiri miðar voru seldir en heimild var fyrir og viðburðurinn hófst 2 tímum fyrr en áætlað var. Lögreglan fundaði í gær með slökkviliði, viðburðahaldara tónleikana Nordic Live Events, öryggisfyrirtækinu Icelandic Security sem fór fyrir öryggisgæslu og fulltrúum Laugardalshallar. Lögreglan segir Laugardalshöll ábyrga fyrir því sem miður fór. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist óviss hvort hann og Elon Musk verði áfram jafn nánir og áður. Musk hættur störfum fyrir Trump og hefur gagnrýnt harðlega nýtt útgjaldafrumvarp stjórnvalda. But Elon's done an amazing job. Isn't it nice to have smart people that we can rely on? Don't we want that? I'm going to work my ass off for you guys. I really will. Svona voru samskiptin meðan allt lék í leyndi hjá Donald Trump og Elon Musk, í það minnsta á yfirborðinu. Þeir voru nánast óaðskiljanlegir. Musk var settur yfir nýtt hagræðingaráðuneyti Trumps og boðaði róttækar aðgerðir. Ráðuneytið fækkaði opinberum störfum 20.000, en sparnaðurinn enn sem komið aðeins brot af því sem stemt var að. Aðferðir hans áttu ekki upp á pallborðið hjá mörgum ráðherrum í ríkisstjórn Trumps og forsetinn stóð að mestu með ráðherrunum. Í síðustu viku braust óánægja Musks upp á yfirborðið vegna frumvarps ríkisútgjöld sem var lagt fram og samþykkt í fulltrúadeildinni. Það snýst í einföldu máli skattalækkanir og niðurskurð til velferðarmála og hefur fengið fleygt nafn. It's very big. It's the big beautiful bill. I was disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. Daginn eftir var tilkynnt að Musk myndi hætta störfum hjá ríkisstjórn Trumps og var hann hvattur formlega á föstudaginn
með glóðarauga sem hann sagðist hafa fengið í ærslum við son sinn. Well, I expect to continue to provide advice whenever the president would like advice. I hope so. Hvort Trump vonaðist eftir ráðunum sem Musk setti á samfélagsmiðil sinn X skal ósagt látið. En þar sagði hann að þetta stóra, fáránlega útblásna frumvarp væri viðbjóðsleg viðurstyggð og þeir sem samþyktu það ættu að skammast sín. Frumvarpið á eftir að fara fyrir öldungadeild. Musk hefur farið mikinn í gagnrýni sinni og í dag var Trump spurður hver tengsl þeirra yrðu. Elon and I had a great relationship. I don't know if it went well anymore. I was surprised because Hinn upphaflegi Árbær í Reykjavík, hvar var hann og hvenær var hann byggður? Þetta eru meðal spurninga sem reynt að svara með fornleifarannsóknum sem hófust fyrir meira en áratug. Nú Haukur Hólm, fréttamaður, hann í Árbæjarsafni. Haukur, lausnin á gátunni fundin? Lausnin vonandi skammt undan og við erum þar sem að Árbær stóð, hluti af því. Hvaða verkefni þetta nákvæmlega? Þetta eru fornar rætur Árbæjar sem fornleifarannsókn sem hófst hér fyrir nokkrum árum og við erum að rannsaka hversu djúpar rætur Árbæjar eru og við erum á hverju ári í svona 4 vikur með nemendur við Háskóla Íslands sem að læra fornleifafræði og erum að kenna þeim aðferðir við uppgröft og í ár þá vorum við að leggja áherslu hér á eldhús sem sennilega í þessu rými hér og svo annað hús þar sem við stöndum. Þannig að það eru 2 hús sem við vorum að leggja áherslu á í sumar og já. Viti hvað nær byggð hér langt aftur? Þessi hús eru frá 17. öld cirka en við höfum komist að því að það gæti hafa verið hér búseta á 10. öld, jafnvel við landnám. En við þorum ekki alveg að staðfesta það ennþá, við höfum eftir að rannsaka þessar elstu minjar aðeins betur. Þannig að Árbær gamall staður? Já, mjög gamall. En hafið þið fundið einhverja merka muni? Einhverja muni, já, ég ætla að sýna þér hérna. Við erum með kolu, lýsislampa og það hefur verið skaft það er enda brotið af, en ég ætla að bjóða þér að finna lyktina. Þú finnur ennþá, en það ekki? Já, finnst, jú. Hvað þetta gamalt? Þetta nú svona, myndi ég segja 17. og 18. öld. En við erum nú með aðra minni kolu, sem töluvert eldri og hún gerð úr steini sem finnst í Esjunni. Þannig að en hún töluvert minni svo sér og hún svona kannski frá 14. öld, myndi ég halda. Og þið verðið að grafa hér í sumar? Já, við ætlum að vera aðeins lengur út næstu viku en svo erum við náttúrulega með leiðsögnina á eftir. Já, þið eru að fara að kynna þetta fyrir gestum og gangandi? Já, fyrir almenningi. Þannig að það bara leiðsögn núna klukkan 8, öll velkomin og ókeypis inn og kaffi og kleinur í boði eftir leiðsögn. Kaffi og kleinur og sagansögð við kveðjum frá hinum eina sanna Árbæ. Takk fyrir það, Haukur Hólm. Fólk má ekki láta sig vanta þar. Nemendur Kvikmyndaskóla Íslands hafa lagt undir sig Laugarásbíó þessa vikuna til að sýna afrakstur annarinnar. Þrátt fyrir að enn sé tvísýnt framtíð skólans eru forsvarsmenn og nemendur bjartsýn á að skólastarf haldi áfram næsta haust. Það var engin skuggi við Laugarásbíó í dag þegar nemendur á annarri önn Kvikmyndaskólans frumsýndu stuttmyndi sínar að viðstöddum skólasyskinum, fjölskyldu og vinum. Ef allt væri með felldu ættu þau að halda áfram námi sínu í haust en framtíð skólans enn í uppnámi eftir að hann var tekinn til gjaldþrotaskipta í vor og Rafmennt tók starfið yfir tímabundið. Við stefnum á og bara vonum það besta að nemendur sem að sýna hér verði áfram næsta haust og útskrifist að ári. Það er vonin. Teljið að vera mikla líkur á því að það gerist? Já, við erum öll kennarar, við erum öll listamenn, við kunnum ekkert annað en að vera bjartsýn. Það var ekki á fyrsta árs nemum að sjá að þeir hefði áhyggjur af framtíð skólans, þó svo að enn sé óljóst hvernig starfi verður háttað á næsta ári. Þau stefna ótrauð á áframhaldandi nám undir sömu formerkjum og skólinn hefur starfað eftir. Við erum bara voða bjartsýn á að við fáum að mæta í skólan í haust og vonandi gengur þetta bara allt upp. Er þetta tregablandið eða eru þið bara
vongóð að þetta gangi allt upp. Við erum mjög bjartsýn fyrir að þetta gangi allt upp og við trúum bara alveg á það að við náum að útskrifast hér bara eftir ár eins og stefnt var á. Óvæntur viðskiptavinur leit inn í matvöruverslun í Pak Chong í Tælandi í gær. Fíll hafði rölt inn í byggð úr nærliggjandi þjóðgarði og var greinilega svangur. Hann gæddi sér í makindum og vörum að andvirði rúmlega 3.000 króna, 9 pokum af sætu hrísgrónakeksi, samloku og nokkrum banönum. Fíllinn heitir Plai Bayang Lek og góðkunningi þjóðgarðsvarða. Hann hefur áður farið inn í hús í leit að æti, en þetta í fyrsta sinn sem hann bregður sér í matvörubúð. Verðirnir náðu honum út skömmu síðar, en hann skildi eftir sig ógreiddan reikning, óþrifnað og lítils háttar tjón. Urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að taka stöðuna á miðborg Reykjavíkur í þættinum í kvöld, en eins og svo oft áður þá deilt þróun miðborgarinnar síðustu ár, meðal annars rekstur verslana og veitingahúsa og bílastæðamál, og það eru mjög skiptar skoðanir þetta, en hjá mér verða þær Sigrún Tryggvadóttir, formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur, og Hafdís Þorleifsdóttir sem eigandi Gilda kattarins fatabúðar sem hún hefur rekið í Austurstræti að vera 20 ár, en hún hefur tekið ákvörðun að færa reksturinn annað, þar sem hún segist hafa gefist upp á að reka verslun í miðbæ Reykjavíkur, og við ætlum að heyra í Kastljósi eftir hvers vegna. Missum ekki því, takk fyrir það Urður Örlygsdóttir, og þá það veðrið að sjálfsögðu. Það norðlæg eða breytileg átt, víða gola eða kaldi, en norðvestan 8 til 15 metrar norðaustan til á landinu. Áfram vætusamt fyrir norðan, en dregur smám saman úr vætum þegar líður á morgundaginn. Síðdegis skúrir á suðausturlandi en annars bjart með köflum. Hiti 3 til 14 stig, hlýjast syðst. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Besta handboltafólk landsins var verðlaunað á lokahófi Olísdeildanna í dag. Bestu leikmenn Olísdeildar karla og kvenna eru bæði á leið í atvinnumennsku. Og við hittum landsliðskonuna í fótbolta, Áslaugu Mundu Gunnlaugsdóttur, sem útskrifaðist nýverið úr Harvard eftir erfitt ár. Ég held að þetta hafi verið bara ein erfiðustu 4 ár sem ég hef upplifað sjálf, og oft á tíðum bara hélt ég myndi ekki ná að klára þau, en ég er bara mjög ánægð að hafa náð í gegnum þau. Það var helst í þessum fréttatíma að alþjóðasamtök blaðamanna krefjist þess að fá tafarlausan og ótakmarkaðan aðgang að Gaza. Ísraelsher hefur drepið 200 palestínska blaðamenn í stríðinu, 3 voru drepnir í dag. En mikið vatnsveður á Tröllaskaga og vatn flæddi inn í hús á Ólafsfirði í nótt, dregið hefur úr skriðuhættu. Ferðaskrifstofan Íslandia sótti auglýstar lóðir í Þórsmörk auk útivistar og ferðafélags Íslands. Fólk vill geta sofið meira út af fyrir sig en í skála með tugum annarra, segir yfirmaður á Íslandia. Slest hefur upp á vinskap Donald Trump Bandaríkjaforseta og auðkýfingsins Elons Musk. Musk segir útgjaldafrumvarp stjórnvalda vera viðurstyggð. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna innan RÚV.is, en næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Á RÚV í kvöld. Hérna fyrir neðan svo lítill foss sem heitir